Komið sæl og gott kvöld. Velkomin í fyrsta oddvitaspjall sósíalista. Við ætlum í kvöld að ræða við oddvita sósíalista í Norðausturkjördæmi, Harald Inga Haraldsson, sem er hjá mér í fjartengingu. Hann situr í stúdíónu sínu á Akureyri. Komdu sæll, Haraldur. Sæll. Já, heyrist ekki í mér, ja. Nú heyrist í þér. Nú ertu komin inn. Já, komdu blessaður, Júlín. Komdu sæll. Gott að sjá þig. Hvað segirðu gott? Hvernig er veðrið fyrir norðan? Það búið að vera alveg frábært veður og það stilla og svona farið aðeins að kólna. Það svona komið haustlaut í vindinn sem betur fer bara. Svoleiðis eiga ástíðarnar að vera. Einmitt. Hvað var það sem að dreif þig til þess að bjóða þig fram til Alþingis í haust? Já, ég hef verið svona pólitískt dýr frá æsku bara, held ég. Ólst upp á róttæku framsóknarheimili og var mikið í pólitík í skóla og í skólum og félagslífi mikið og lesið mikið svona félagsleg málefni og annað slíkt og aldrei almennilega passað inn í flokkakerfið. Mín fullorðins ár eru sko ár nýfrjálshyggjunnar og það má eiginlega segja að það hafi dregið alltaf sundur með mínum pólitísku skoðunum og svona meginstraum skoðunum í samfélaginu. Þannig að ég gerði tilraun til að vera í flokkum eftir 2000. Það hafði aldrei gengið í alþingisflokka áður og það mistókst herfilega þangað að sósíalistaflokkurinn kom og fann ég með loks heimili fyrir mínar skoðanir. Og ég hef unnið hérna kappi á Akureyri í þessu dæmi og var tilbúin til að taka að mér hlutverk ofarlega á lista og kjörnefnd treysti mér fyrir þessu sæti. Frábært. Ég ætla sannarlega að gera tilraun. Við erum að opna fyrir spurningar, þannig að fólk getur sent þær inn annaðhvort í spjalli eða það getur hringt sig inn á rásina á tengli sem á að vera aðgengilegur þeim sem eru að horfa á þetta. Ein spurning sem við höfum fengið er frá Öggur Hrönn, félags- og endurhæfingarráðgjafa. Hún spyr, hefur sósíalistaflokkurinn skýra áætlun hvernig hann telur sig geta bætt lífskjör öryrkja og aldraðra á Íslandi? Já, það höfum við sannarlega og það kannski svona grunnurinn í okkar hugmyndafræði. Við viljum lyfta samfélaginu upp frá botninum, ekki vera í þessu stanslausa smyrjeríi á toppinn á píramídanum, svona blá toppinn. Þannig að við viljum afnema skerðingar. Núverandi ríkisstjórn hefur sett heimsmet í skerðingum. Það er ekkert ríki í heiminum sem skerðir bætur eins og íslenska ríkisstjórnir. Við viljum hafna starfsgetumati og að jafna réttindin yfir landið allt og líka í anda þess að við lítum heildstætt á málin, sko, þá viljum við hækka launin upp í lágmarkslaun, allir fái bótaþegar og aðrir fái lágmarkslaun að minnstakosti og sem sagt, já, og við tökum húsnæðismálin inn í hana pakka og við hugsum það heildstætt, þannig að við þurfum að bæta aðstöðu fyrir fólk, bæta líðanina og aðstöðuna alla saman í samhengi við það og að við afnemum syndir nýfrjálshyggjunnar. Og hvernig er staðan á þessu fyrir norðan á Akureyri? Ég þekki stöðuna eiginlega bara hérna í bænum, þar sem er mikið talað mjög vondan og húsnæðismarkað. Hvernig er þetta hjá ykkur? Já, það er alls staðar eins í raun og veru og landsbyggðin hefur verið mjög sett til hliðar þegar kemur að þessum litlu félagslegu framkvæmdum sem hafa verið í gangi í landinu. Að vísu erum við með fyrirtæki hér sem nýlega hefur byggt félagslegar íbúðir eða sem sagt óhagnaðardrifið félag og það er einmitt leiðin sem við þurfum að fara. Við þurfum að taka húsnæðismálin út úr braskkerfinu, út úr hlutdræga markaðskerfinu. Það hefur brugðist okkur alveg gjörsamlega og færa þetta inn í félagslega framkvæmdir og við höfum erum með stór plön í þeim efnum, 30.000 íbúðir á 10 árum og mjög vandlega smíðaða áætlun þar á bakvið og þarna getum við lækkað, töljum við
verulega húsnæðiskostnað og skapað öryggi fyrir fólk. Akkurat. Hér kemur önnur spurning, hún frá Braga Guðnasyni. Hvernig komum við á stöðugleika í fjármálum þannig að vextir og verðbólga verði stöðug? Það ekki smá spurning. Þetta, já, sko, ég skal reyna að svara þessu stutt og reyna að vera ekki þvælinn eins og ég mögulega get. Sko, við náttúrulega erum með mjög einhagkerfi, raunhagkerfi. Það eru fáar stórar atvinnugreinar og óstöðuleikinn í fiskveiðum getur verið mikill og svona. Við breytum því tæpast nema fjölga stoðunum. Og móti hefum við gjaldmiðil sem lítill og gjaldmiðil bara debit og kredit. Og síðan fer þessi gjaldmiðil eftir hugmyndafræði mannana sem setja upp regluverk í kringum hann. Og þessu getum við svo auðvitað breytt. Við sem sagt tökum af nýfrjálshyggju hugmyndirnar hvernig gjaldmiðlum er stjórnað og tökum upp svona kerfi þar sem að ríkið fjárfestir í raunhagkerfinu. Og þegar að raunhagkerfið er sem sagt sá hluti sem að við lítum til þegar við ætlum að skapa stöðuleika og gæta þess að fara ekki fram úr okkur þar, að þá höfum við betri tækja mínu mati til að gera þann hluta stöðugri. Svo það braskið og fjármálamarkaðurinn að við þurfum að breyta peningakerfi og stjórnun og taka mið að því til að stabilisera hagkerfið út frá raunhagkerfinu og sko, þetta er gjörsamlega galið. Bankarnir, hlutabréfamarkaðurinn, þeir sem að ollu hruninu eru sigurvegar hrunsins. 900 milljarða er bankarnir að sjúga upp á hagkerfinu. 1,5 landsframleiðsla hefur þarna hlutabréfamarkaðurinn blásið út síðan COVID byrjaði. Þetta er gjörsamlega sturlað og það þarf að koma böndum á þetta. Það þarf að binda hann úr. Nú, og síðan kannski þriðja lagi, ég alveg vera búinn, að er réttlætt og jöfnuður. Og því að við sósíalistar, við lítum á stöðuleikan fyrir almenning. Við erum ekki að tala stöðuleika fyrir ríkasta 1% eða 10% sem eiga hlutabréfin og svoleiðis. Við erum að tala stöðuleika fyrir allan almenning. Og þegar við tala réttlætt og jöfnuð, getum við tekið dæmi að þegar að gengið hrundi hérna í byrjun COVID, hrundi alveg, þá er ekki tekið neitt hvalreka skattur af gengishagnaði útflutningsatvinnugreinanna, sægreifana og fleiri. Þetta er dóttarís sem að við þurfum að gera og nota það til jöfnuðar. Ég sé að það er komin inn ringjari sem að býður í lobbyinu okkar. Kári, heyrir þú í mér? Ég er bara að hlusta, ég er bara rétt að detta hérna á þetta. Ég bara hef ekki... Nú, ok, sæll. Ertu með spurningu handa frambjóðandanum? Nei, ekki akkurat núna, ég er bara að hlusta. Nei, bara með í partíinu. En þessi stóra spurning, hans Braga, sem er alveg frábær spurningur að veru, að það er erfitt að tala þetta í stuttum máli, en sem sagt með sósíalískri hugsun, þá held ég að við eigum mikla möguleika að nýta gjaldmiðlinn okkar miklu betur, heldur en verið hefur, til hagsmuna fyrir þjóðina, og að við getum balanserað hagkerfið miklu betur. Því að við erum að hugsa það fyrir alla aðilana, allt fólkið, og við erum líka að hugsa út frá raunhagkerfinu, ekki út frá braskinu. Þannig að þetta er önnur spurning. Verða þessar 30.000 íbúðir sem að sósíalistar hafa lagt til að verða smíðar á 10 árum, verða þær allar félagslegar íbúðir? Já, allar félagslegar íbúðir, en ég veit ekki hvort að spyrjandi meinar hvort þeir verði allar leigu íbúðir. Í þessu kerfi getur við keypt eða sýnist. Það er bara hvort að semja bara öðruvísi þarna íbúðirnar. En það mikilvægasta er, sá sem kaupir í svona kerfi, hann getur ekki selt og tekið sjálfur virðisauka. Hann verður að skila þarna virðisaukanum, þarna munum milli markaðsverðs og verðsins í kerfinu, þannig að skila honum til næsta aðila. Annað væri náttúrulega fáránlegt og ósanngjarnt. En allar íbúðir á félagslegar. Já, þannig að það sé alltaf þannig að hagurinn af því að vera í kerfinu, hann sé alltaf fyrir hendi. Hann sé ekki að selja þann hag burtu og einhver einstaklingur geti gengið með þann hag í vasanum frá okkur. Einmitt. Herðu, ég er með spurningu hér,
tvær reyndar frá Kristjáni Jósteinsinni sem félags- og endurhæfingaráðgjafi. Hann spyr: hvaða erindi hefur sósíalistaflokkurinn inn á hið íslenska Alþingi? Hvað ætlar flokkurinn að gera þar? Þar hefur þróast undanfarið 35 ár stétt fólk sem virðist vera handbendi lobbyista og ekki í neinum tengstum við fólkið sem byggir landið. Telur flokkurinn ástæðu til þess að breyta þessu? Og ef svo hvernig ætlar hann að fara að því innan á þinginu sjálfu? Já, þú færð ekki léttu spurningarnir í dag, greinilega. Nei. strax að kjarna málsins hérna. Já, sko, ég náttúrulega alveg sammála því hvernig ástandið inn á Alþingi og það ástæða til að breyta þessu, það nauðsynlegt að breyta þessu. Fulltrúalýðræðið á Íslandi gjörspillt og í alveg gríðarlegum vanda. Við sjáum það sem best á því að almannavilji, eins og hann kemur fram í skoðanakönnunum aftur og aftur, að hann nær ekki inn fyrir múra Alþingis. Við viljum hleypa þessum almannavilja þangað inn. Við viljum vera tæki til þess, sósíalistaflokkurinn. En hvernig verður sú tenging? Hvernig verður henni viðhaldið? Hver er hugmyndin þar? Já, það er einfaldlega sko þetta að tökum dæmi að 70–80% landsmanna vill ríkisrekið og gjaldfrjáls heilbrigðiskerfi og það er það sem við viljum færa almenningi út allt land og sko við teljum það að vera skyldu okkar að því lýðræðiskerfi á að virka þannig að almannaviljinn nái í gegn fulltrúa almennings og sé framkvæmdur inn á þarna Alþingi. Við erum þjónar fólksins sem kýsa okkur. Það er ekki þannig að þeir sem að koma til að ná í atkvæði sé á einhverju verktíð og getur svo bara farið inn á þing og haga sér eins og þeir vilja og þarna sko leikið sem lobbyistum allan daginn. En sko, já, það var líka kannski hvað flokkurinn ætlaði að gera. Það er kannski mjög góður punktur að sko við, okkar erindi er að breyta fjármálakapitalismanum og steypa honum og skapa félagslegt sósíalískt samfélag. Það er stóra erindi og Alþingi í raun og veru ekki nema hluti að því. Allt samfélagið er undir. Við þurfum að breyta fulltrúalýðræðinu og sannarlega þurfum við þess. Við þurfum að búa til stóra hreyfingu út í samfélaginu sem að hjálpa okkur til þess að gera þetta og búa til lýðræði, reisa upp samvinnufélög, búa til lýðræði í atvinnulífinu, þannig að við getum breytt samfélaginu í svona stóra samhengi. Þú sagðir að það er komið úr framsóknar heimili. Var það þá samvinnu svona hugsjónin sem var þar ríkjandi? Já, samvinnu hugsjónin og þarna og ég heyrði orð eins og félagshyggja, það var þarna orð sem enginn hræddist við að nota sko og að vísu faðir minn var íþróttakennari og hann talaði mikið ungmennafélögin. Ungmennafélögin höfðu gríðarlega mikið uppeldis og framfara hlutverk í sveitum hér áður fyrr. Þannig að þetta var gegnsýrt af félagshyggju raun og veru sko. Það var mikið fylgst með uppgangi heilbrigðiskerfisins. Það var hátíð á mínu heimili þegar ég var barn. Það var hátíð þegar opnað var fæðingaraðstaða einhvers staðar út á landi. Það var barist fyrir því að konur getur fætt í heimasveit. Og það var bara sunnudagsmatur á miðvikudögum þegar svoleiðis gerðist. Mikil hátíð og gleði og ég man svo vel eftir þessum barn. Þetta er allt búið að eyðileggja. Þetta hefur nýfrjálshyggjan eyðilagt fyrir okkur og við viljum fá þetta tilbaka og ekki kjafta þess. Þú ert að bjóða þig fram í norðaustur. Hver eru málin sem að tengjast í kjördæmi sem þú hyggst beita þig fyrir? Og við hefum sett fram það sem við köllum sósíalíska byggðastefnu og eiginlega ansvar við því byggðastefnu líki sem hefur verið síðastliðin 30 ár sem í raun og veru bara sem hefur verið niðurrið stefna. Byggðunum hefur hnignað alveg gríðarlega mikið og við viljum byggja upp byggðirnar, innviði, húsnæði og samgöngur og berjast gegn einkarekstrarvæðingunni og fá fyrir félagslegum lausnum á þeim vandamálum sem snúa að okkur. Og þetta er náttúrulega bara stór pakki og það sem að kannski er gott að segja við fólk að við erum flokkur sem erum kannski ekki með bein kosningalofvörð, við erum með kerfi, við erum með hugmynd, við erum með framtíðarsýn sem við leggjum fyrir fólk. Að þessu skulum við vinna saman, að búa þetta til.
að búa til ríkisrekið og gjaldfrjálst heilbrigðiskerfi, búa að verja samgöngukerfið fyrir einkavæðingunni og svo framvegis. Það framhaldsspurning heilbrigðiskerfi. Hvernig á að bæta það úti á landi? Það ýmsa tækni framfari sem eru skemmtilega, sem við þurfum að blanda saman við hefðbundna heilsugæslu, bæði netið og færanlegar þjónustu aðferðir og svoleiðis laga. Ég skrifaði grein í Austurfréttir núna hérna fyrir stuttu og þá bjó ég til auglýsingu, svona ganni mínu, auglýsingu framtíðarinnar. Og þá var það hvernig svona, geðheilbrigðisbíllinn Austfirðingar athuguðu, geðheilbrigðisbíllinn verður á Djúpavegi frá mánudegi til miðvikudags og tekur viðtöl. Munið eftir heilsugáttinni, austfjarðarhelsa.is, þar sem hægt að panta viðtöl við lækna og hjúkrunarfólk og þarna svo framvegis. Þannig að svona getum við notað okkur í bland við það hefðbunda, en með því að valdefla byggðirnar, fjárhagslega líka með því að leggja niður kvótakerfið og binda kvótan við byggðirnar og þá treystum við þessar fjárhagslegu stoðir og gerum það mögulegt fyrir byggðirnar að ráðast í miklu stærri verkefni og það líka það þegar við erum búin að breyta þessu peningakerfi og efnahagskerfi að þá erum við komið með ríkisvald sem fjárfestir í raunhagkerfinu. Við erum komið með samvinnubanka, við erum komið með sparisjóði sem fjárfesta í raunhagkerfinu, það segja fjárfesta í ýmsum framkvæmdum, skólum og öðru slíku hjálpa til þar og þá erum við farin að reka samfélag út frá samfélaginu sjálfu og þörfum þess sem fólk vill væntingum þess og draumum, því að við eigum einfaldlega að láta okkur dreyma framtíðina, hvað við viljum fá fyrir okkur, fyrir börnin okkar og reisa það. Við getum það nóg til. Það seinni partur á spurningunni frá Kristjáni og sá seinni partur eru sósíalistar tilbúnir að taka þátt í eða styðja ríkisstjórnarsamstarf félagshyggjuflokka án þátttöku Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins? Já, ég heyri svolítið að þessu, fólk að velta því fyrir okkur, Við tölum ansi hressilega og fólk að velta því fyrir sér hvort að við getum verið í stjórn með einhverjum flokkum og því til að svara að það auðvitað hægt, Það eru félagshyggjufólk og samvinnufólk í Framsókn og VG og forustan sé á harða hlaup undir hægri. Ég get alveg ímyndað mér eftir kosningar að ef að tekst að svelta þessa flokka sem vilja mynda stjórn með Sjálfstæðisflokknum, að það verði erfitt og að þessi forystumenn hjá VG og Framsókn sem að eru búin að færa flokka sína svo langt til hægri, ef að þeim mistekst ætlunarverk sitt, að þá verði allt önnur sena upp í þeim flokkum og það flokksfólk sem félagshyggju sinna, að það fái miklu meiri völd og áhrif og þá getum við bara að sjá fyrir okkur margflokkastjórn og þær hafa gengið fínt, það 5 flokkastjórn í Finnlandi. Það væri auðvelt að setja stjórn saman að aðferðin svo að semja bara nógu vel og nákvæmlega, að hafa fá mál og svo var ég, þetta nú bara mín persónulega skoðun, þetta ekki flokkurinn sem hefur verið að gera stefni þessu, en ég geti séð fyrir mér að svona stjórn að hún fundaði, hún settist niður einu svona á ári og færi yfir stöðuna og bætti í samningin og þá erum við búin að stíga eitt skref í átta að fjölskipuðu stjórnvaldi sem væri mjög spennandi því að það strikað undir það með stórum feitum rauðum penna í hrunskýrslunni að eina ástæðinu fyrir því hvað íslensk stjórnvald voru berskjölduð fyrir hruninu var það að íslensk stjórnvald bara smákóngakerfi í staðinn fyrir að vera fjölskipa stjórnvald. Það væri verulega spennandi að stefni þá átt. Ef það náttúrulega útlit fyrir það að það myndi vera mjög margra flokka stjórn sem að tæki við núna og þá velti maður fyrir sér hvaða máli eru það sem að flokkar myndu setja sem svona ófrávíkjanleg markmið
hver eru þau markmið, við skulum ekki kannski setja ófrávíkjanlega markmið út í þessu viðtali, en hvaða mál myndirðu svona absolutt vilja sjá eða berjast fyrir á þingi ef að það væru miklar deilur eða svoleiðis hvað ætti að setja á oddinn? Já, undirstrika það sko að það yrði sko algjörlega persónlegt, þetta algjörlega persónlegt mat út frá mér. En sko það væri gríðarlega mikilvægt að breyta peningakerfinu. Að sko leggja niður þessa heimskulegu hugmynd þarna ríkisfjármál sem að meginstraums hugmynd núna og gera ríkisfjármál þannig og garði að ríkið hefði þá skyldu að útvega fjármagn til framkvæmda í raunhagkerfinu og gerði það ef ákveðnar forsendur eru fyrir hendi í raunhagkerfinu. Það er svona við þurfum að hafa nóg í vinnuafli, við þurfum að hafa nóg hráefni, við þurfum að hafa nóg þekkingu, við þurfum að hafa eiga nóg tæki og við þurfum að hafa kunnáttur, tækniþekkingu til að framkvæma. Ef að þessar leiðir eru allar til og nóg til að þessu, að þá ekkert mál að gefa út krónur til þess að fjárfesta því að þá maður ekki búið til verðbólgu eða þenslu. Þannig sko að ef við gerum þetta, þá eigum við nóg peninga til þess að ráðast í félagslegar umbætur í samfélaginu, nóga peninga til þess og þurfum í raun og veru ekkert að nota skattkerfi til þess. Við getum að nota skattkerfi til jöfnuðar, bara tekið nógu harkalega og hressilega sko, að þeim ríku til þess að jafna bara og búið til réttlæti og svoleiðis í samfélaginu. Sko. Þannig að þetta er mikilvægt. Og svo kemur bara, þegar við erum búin að gera þetta, og sem sagt, ef við ber gæfa til að gera svona hluti, að þá getum við fara bara að velja úr, ok, við skulum bara byrja hérna á gjaldfrjálsu heilbrigðiskerfi, setjum bara trukk í það, og við getum byrjað á húsnæði, það væri mjög gott að byrja verulega, kröftulega á húsnæði, þannig að fólk fyndi fyrir því strax að þarna kjör þeirra færa að batna, og við þurfum að taka fátæka fólki og lyfta því upp. Þessi 3 atriði myndi ég segja væri til að byrja með alveg nauðsynleg og svo höldum við áfram. Við höldum áfram og áfram og áfram og áfram. Við getum ekki gert allt í einu, en ef við getum gert þetta, stjórn eftir stjórn, þá erum við búin að breyta þessu nýfrjálshyggju vitleysu yfir í þarna sko sósíalískt samfélag sem réttlátt og þarna sko bara fallegt samfélag og við erum búin að gera það á svona 2-3 kjörtímabilum. Hugsa sem sagt meira kannski hvað við getum gert í vandamálunum og minna hvað við getum ekki gert í þeim. Já. Látum okkur dreyma. Hérna, ég með svona mér finnst eins og ég hafi séð viðtal við þig einhvern tímann daginn, þar sem þú varst að lýsa eftirhruns upplifuninni þinni. Það, ég ekki að fara á mannavilt, það? Nei, allavega það var saga, hljóma eins og saga til næsta bæjar, það hafi komið svona svolítið skellur hérna þá. Já, alveg svakalega skellur sko. Og það fyrir marga, fyrir allt og marga, það var alveg óskaplega, sorglega margir sem ég deili minni sögu með. En sko ég upplifði atvinnuleysi og það að missa húsið mitt. Sko, þegar að hrunið kom, þá starði maður sig að því að vera með einhvern einasta reikning í skilum og hafa verið óskaplega varkár í fjárfestingum og öðru slíku, en það duði ekki til, ekki fyrir svona alþýðumann eins og mig og svo marga fleiri, því að sko kerfið, það leggst svo rosalega þungt einmitt á fólk eins og okkur, þegar að einhvað gerist. Og svo horfum maður upp á það að nýfrjálshyggjan, þessi lifandi dauða nýfrjálshyggja, hún endurreist eins og draugur upp í kirkjugarði og senda á þjóðina og þeir standa uppi núna sem sigurvegarar hrunsins. Og það það sem mér finnst svo hættulegt, þó ég kannski komin út fyrir efnið aðeins fyrirgefðu, að það sem mér finnst svo hættulegt, ef maður sér öll þessi merki að þessi verið að efna í nýtt hrun, að þessi fjármála yfirstétt en nákvæmlega sama, gjörsamlega sama, hún sigurvegarar hrunsins, bara nýtt hrun, ekkert mál og við komum aftur í gegnum það til þess að græða ennþá meira.
Nei, það er Þetta verður að náttúrulega þau stoppa. sem að fá bailoutinn, þau sem að fá ríkisbjörgunina en ekki við, sko. Já, Herðu, Haraldur Ingi, þakka þér kærlega fyrir spjallið og gott að sjá þig. Vona að Þakka þér. sé gott, verði góð helgi þarna fyrir norðan. Nú er ég dottinn og mynd. Það er hún verður kannski fín, tími komin. má ég aðeins, hún verður fín helgin. Það er sjálfsögðu. Á sunnudaginn klukkan 1 er fundur í Hofi kvótann og þá verður ekki tala neitt mjölkjöfsmál hérna í Samherjaríkinu. Þakka þér kærlega fyrir þetta og ég bara hlakka til að sjá þig. Erum við ekki í útsendingu þá?